Ferðin bara búin að ganga rosalega vel. Við erum náttúrulega búin að fá svakalega samkeppni. Byrjuðum náttúrulega á að spila við Bayern München-liðið sem voru strákar sem voru, þeir eru Þýskalandsmeistarar, þeir eru einu ári eldri heldur en stelpurnar. Við ákveðum að gera það bara til þess að tryggja það að þær fengju hörku ass-whipping sem þær bara fengu. Þetta var rosaleg keppni og þær börðust alveg upp á líf og dauða. Svo var það náttúrulega bara keppni hérna á Ítalíu sem var mjög skemmtileg fyrir þær. Það voru strákar á þeirra aldri og það sem ég náttúrulega bara alveg sannfærður að ef þær fengju fleiri svona leiki þar sem verið að pressa þær út allt og djöfla stiðin, bara nákvæmlega eins og þetta var í fyrra og hitti fyrra þegar við vorum alltaf að spila á móti strákaliðinu, þá myndi það bæta sig miklu meira. Að keppa á móti þeim, það er bara mikil samkeppni. Þeir eru svipað góðir. Mér fannst það bara hjálpa mér rosa mikið fyrir framtíðina. Við byrjum svolítið á fyrra leveli, ekki beint á fyrra leveli, við byrjum bara svolítið illa. Við vorum ekki beint einbeitingarlaus, við vorum bara eins og sultur, við vorum bara algjörlega pulsir. Það bara byrjaði að pabbi kallaði okkur og við komum upp og tókum þetta og já. Mér fannst ég ekki vera nógu góð, ég var ekki nógu ákveðin í þessum leik og ég hafði að taka mér ákvörðun og ég skoraði líka mjög lítið en liðið það var alveg gott sko. Við vorum að tala saman og spila. Sko þegar ég var í leiknum þá byrjaði ég svolítið lélega og ég þurfti svolítið að rífa mig upp og ég gerði það. Ég var bara hikandi, var ekki ákveðin en ég var betri seinni partinn. Ég hefði sagt að byrja miklu betur og ég er alveg hægt að tala svo ég verð bara að ná því aftur. Í vörninni þá var ég aðalega bara að horfa í bringuna. Það fór dálítið mikið til hægri svo ég var alltaf meira tilbúin að fara þangað. Svo í sókninni, það er bara þannig ef hann er aðeins hallandi þá gabba ég í hana átt og þeir hoppa svo mikið fyrir svo ég kemst áfram. Það mesta sem ég var aðeins í vandræðum með var ef að maðurinn hennar Kristjánu sem var inn í teik kemur að hjálpa hjá mér. Mér fannst það dálítið erfitt. Sko þeir hugsa alltaf betur en við. Þeir hugsa 2 sendingar fram tíman og þannig. Ég er alltaf komnir undan. Við lærum alltaf það. Þegar ég lærði eiginlega bara ég þarf að halda mér bara allan leikinn uppi þó að ég sé að fá skiptingu og ég er að deyja af þreytu. Mér finnst mjög leiðilegt að við megum ekki keppa við strákana á Íslandi en það er mjög gaman að geta sýnt einhverjum sem er á Íslandi að megi vera út í útlöndum því þá geta þeir skipt skoðun. Við megum ekki keppa á móti strákum. Ef við keppum á móti krökkum sem eru eldri þá eru líka búin að æfa að líkamarnir eru miklu stærri og það reynir miklu meira á erfiðara að stíga út og allt þannig. En þarna er það líkamar eins og okkar líkamar jafnast út, svo er það bara hver hefur bara æft sig mest, ekki bara stærð og þá bara nær maður öllum fráköstum. Ef við myndum fá þetta 4 sinnum í viku, þennan leik, sem strákana, þá myndum við vera óstöðandi sko. Bara að koma hingað og keppa við strákum sem eru svipað góðir og við, að bara á endanum það verði bara bestar. Við lofuðum stelpunum í haust þegar það lá fyrir að það fengi ekki að spila á móti strákunum heima að við ætlum að fara með þær í alvöru mót og ætlum að gera það í Evrópu og við erum ekkert smá lukkuleg með hvernig þetta hefur í raun og veru gengið. Þetta er búið að taka rosalega vel á móti okkur og við hefðum ekki getað hugsað okkur betri ferð. Á þetta! Krossa og á körfuna!